13 stiga tap fyrir Íslandi hér í kvöld. Hvað gerist með þínum drengjum? Hvað fer þetta? Við töpum bara fyrir Bretlandi í dag. Þeir voru kröftugri og áræðnari. Við áttum erfitt með að brjóta niður vörnina þeirra. Og þegar við gerðum það, þá gerði þeir bara feikið vel. Við erum að skjóta náttúrulega, við erum 1.25 í þryggjastið. Og það hjálpar ekki íslensku liðum. Talar þryggjastæðnýtingunum, en áttum náttúrulega það voru nokkuð góður fyrir utan í leiknum í gæri móti Danmörku. Já, ég meina það var bara með allir vinningu fyrir allt og öllum, þá var það bara miklu lakara lið. Eistafir og Finnlandir eru búin að vera tvö bestu liðin á þessu móti og svona bara físíkinn hjá Eistónum og bara ítt okkur út úr stöðum. Við komist á hringinn en við náðum ekki að fara hvorki framhjá þeim eða yfir það og það er erfitt og sérstaklega þegar við náðum ekki að kikka honum út í skot sem er að detta niður, þannig að taka 25 þryggjastæða skot er svolítið mikið en hitt einu er engin ekkert jafnvægi og það er bara ekki góð áfæsum. Við fengum rosalega mikið af hröðum sóknum okkur tilbaka og við erum ósáttir við það. Við náðum ekki að hlaupa tilbaka með þeim. Við til dæmis í 2 skipti erum að klára með lay-upi, skorum en við fáum samt bara körfu. Það er bara svo að leika sig gamla daga þegar Worthy og Magic voru. Það var bara að svara á 3 sekúndum og það var bara að geta þetta það. Þeir voru rosalega kröftugir og öflugir í dag. Við áttum svona heilt yfir okkar slagasta dag. 3 sigurleikir áður en komið hingað í kvöld. Hvað skonar áhrif hefur þetta á liðið núna? Við ætluðum okkur í hrein úrslitaleik á morgun við Finna. Við gerum okkur alveg grein fyrir að Íslandir eru mjög öflugir en þetta gerir bara það verkum. Við förum full force inn í leikinn á morgun og ætlum að reyna að laga sem að fór illa í dag. Það var töluvert sem að er og við erum til þess að bæta okkur og gera betur. Við undum okkur fyrir Evrópukeppnina, þannig að svona verða leikirnir þar. Þannig að þetta er næsti fyrir strákana. Takk.